fast samband ég í, þú veist myndi segja sko að það sem okkur boðið upp á í dag sem að vera í svona monogamous, einhvernis sambandi þú bara hittir ykkur konu eða mann og þið fellir hugið saman og svo bara þú veist trúlóðustið og giftist og eignist börn og fjölskyldu og það bara svona leiðin ég upplýði bara að þessi díll var bara ekki að virka fyrir mig þú veist, ég reyndi í mörg ár að fara með þetta blað eitthvað og halda að ég væri að finna einhver einu réttu til þess að standast þetta en bara í grunninn þá bara þú veist, var ég bara ekki til í þetta Nei. og í raun og verið að ég verið 6 ár aftur þá myndi ég heldur ekki að vera til í skólakerfið Nei. ég væri bara, nei, veist, ég ekki til í þetta heldur Nei. en það sem að var 6 ára og það er kannski ekki og það er kannski skrýtna við það að þú veist, þetta snýst ástina, er það ekki? Snýst að við séum ást, fanginn og allt þetta en sko tungumáli í kringum fjölskylduna og ástina þú veist, það vill enginn basically bönd, skuldir eða skyldu samtölu að skuldbinda okkur fara í fjölskyldu þú veist, þetta svona og vera sko fangi, ástfangin þú veist, þetta allt svona fangi, skuld skylda, skuldbundin þú veist, þetta raun og veru mjög gamalt viðskiptatungumál og ástæðan fyrir því að marga fjölskyldur og hjónabönd slitna upp að því að við erum skyldug til einhvers sem að ekki, þú veist, ást ekki skylda og það vill enginn vera skuldbund, þú veist, skyldugur til að elska það því að þú getum ekki verið skyldug til að elska, það er frjálst val þannig að, þú veist, ég þurfti bara svolítið að horfast í augu við það bara þessi díll að, þú veist, skuldbinda mig og fara í fjölskyldu það var ekki nógu svona lýsandi fyrir tjáningu minna ástinni þannig að, þú veist, ég byrjaði bara og tók mér langan tíma til og þurfti að fara í miðlífstækifærið sem var 42 til að fatta bara hvað ég var búin að vera að halda sjálfum mér smáum í langan tíma og raun og veru bara fór ekki í samband því að þegar ég fór í samband síðast bara, og það er bara mörg ár síðan, 20 ár síðan bara upplýði það mikla ástarsorg að ég segi bara, ég get ekki gengið í gegnum þetta aftur bara ég get ekki upplifað þessa, bara ég lendi bara svona sjálfheldu, bara gat ekki verið án kærustunar og ég get heldur ekki sko verið með henni og það bara bjótir og svo djúpt sár hjá mér og svo þurfti ég bara að feysa þetta sár og fatta bara, vá, ég er brúkslega hræddur mín eigin tilfinningar og það náttúrulega og það að ég held ég farin í sambund með það að leiðiljósi að ég sé allt í einu sko orðin fastur við einhverja mannesku og get ekki losað og er eitthvað svona þannig er þetta ekki, þú veist, það gengur ekki upp þannig að það sem ég gerði, ég bara fór inn í þú veist, eins og þú veist, fjölskylda ætti náttúrulega bara að heita fjölást það því okkur langar náttúrulega bara til að deila ást og dreifást þannig að ég bara fór í fjölástir og sko fyrir mig því það bara þú veist, ég sækist bara í að vera með fólki sem að bara kveikir í mér hver skipti bara svo þú veist, ræður þú til dæmis hvernig langar til að hringja í yfir daginn ræður því Já. Hvernig er það því? Bara, þú veist, langar að heyri þessu og hringi hann. Já, hvernig kemur hugmyndin? Ég veit það ekki. Skipar þér til að hugsa, ég ætti að hringi þennan? Nei, bara, þú veist, ég þarf að tala við þennan eða hringi í hann eða eitthvað. Já, svona fyrir mig er þetta bara, þú veist, fyrir mig er bara ógeðslega gaman. Bestu náttúrulega sambandi, mér bara langa til að heyra einhverjum. Hei, mér langar að heyra í honum. Ekki svona, þessi. Ég þyrfti eiginlega að hringi í hann já, þessi vinur minn ég skuld honum símtal það er ekki típur af tengingar sem ég er mjög spenntur fyrir En eftir að tala þegar þú segir að þú leitst í að vera með fólki sem að kveikir í þér þá bara kynferðislega Nei, bara, veist, á alla máta skilur kynferðislega er eitt partur af því veist. Það er ákveðna tengingar sem eru kynferðislegar Ok, margar Já, alveg nokkrar sko. Hvernig getur það gengið upp? Er engin afbrýðisemi og engin... Jú.
bara, þú veist, og það leikurinn, sko, þú veist, svolítið eins og með nektina, búið að segja að ef þú verður nakin þá gerist eitthvað hræðilegt eða þú ert afbrýðisamur þá gerist eitthvað hræðilegt það gerist ekkert hræðilegt, þetta er bara tilfinning hún ekki endirinn á neinu Nei. og það ótrúlega mikið vald og frelsi í því að komast yfir afbrýðisemi